Nokkur umræða hefur verið hér í sumar almenningssalerni á Akureyri eða öllu heldur skort á þeim. Þegar líða tók á sumarið var þó nokkur bragarbót á þessum málum en þá opnuðu aftur gömlu almenningssalernin hér undir kirkjutröppunum. Almenningssalernismál á Akureyri voru töluvert í umræðunni hér fyrir í sumar. Rifjum aðeins upp, hvað snerist málið? Já, málið snerist nú reynda kannski bara það. Það var náttúrulega ómunna blíða hérna og mikið af ferðamönnum og það var bara orðið vandræðalegt hvað var erfitt fyrir fólk að komast á klósett og það er ekki í rauninni hægt að leggja þetta allt á verslunareigendur og kaffihúsaeigendur. Við höfum ekki þá hefð ennþá á Akureyri að menn rukki fyrir heimsóknir á klósett þannig að það þurfti bara að bregðast við. Það var svona áhrifakvöld fólk sem hafði samband við okkur og setti færslur á Facebook, Hreinn Laufdal og fleiri. Og það var til þess að við áttuðum okkur á því við urðum bara að opna þau akút núna. Jafnframt því sem við þurftum að auglýsa aðra salernisstaðastöðu bæjarins betur og síðan leggjumst við undir feld núna með haustinu og ákveðum hvernig þetta verður í framhaldinu. En sem sagt áður en þessi almenningssalerni hérna undir kirkjutröppunum voru opnuð aftur í sumar, hvar fóru túristarnir þá á klósettið? Já, það er nú það. Einhverjir hafa örugglega verið bak við sýslumann og sprænt þar en svona í alvörunni þá hafa flestir auðvitað bara farið inn í penna, bláu könnuna og þessi kaffihús sem eru hérna og það er auðvitað yndislegt að veitingamennirnir séu liðlega við fólk en það er í rauninni eins og mannfjöldin var í sumar ekki takt að ætlast til þess að það sé sem sagt opið fyrir þá sem er ekki að kaupa sér endilega neitt að drekka eða borða. En þessi salerni hérna, þau eiga sér langa sögu? Já, áratuga sögu. Þetta var náttúrulega samkomustaður. Ég held ég hafi keypt fyrsta sígarettupakka minn hérna og þess að ég hef nú verið að hæla mig af því, ég er nú löngu hættur að reykja. En hér var sjoppa og hér var sem sagt Rögnvaldur Kameráð. Hann rak þetta nú lengi og síðan tóku fleiri og aðrir við. En hérna var rekin blómleg verslunarstarfsemi og ég er nú ekkert viss að menn hafi sótt klósettin jafn ört sko. Það er mjög margir sem hafa aldrei komið hérna inn sko. En hvers vegna var þessum salernum lokað á sínum tíma? Það eru auðvitað nokkrar ástæður. Kannski fyrst og fremst að þetta hentar náttúrulega ekkert sérstaklega vel fyrir almenningssalerni. Þetta er undir tröppum og það lekur þarna niður þannig að það er mikill raki þarna á veturum sem safnast upp. Síðan eins og þú sér þá hentar þetta nú ekki vel fyrir gamalt fólk eða fólk í hjólastólum. Þannig að það er alveg ljóst að við þurfum að bæta þessa aðstöðu. Hún mun aldrei geta gegnt nema neyðar hlutverki og sem sagt verið aðstæða fyrir fullfrískt fólk. En kannski ætti þetta húsnæði bara að fá aðra notkun þegar við færum bæjarklósettin. Ég geti alveg hugsað mér að það verið skemmtilegt að sjá hérna kaffihús eða galleri eða litla verslun eða eitthvað, má vita hvað. Já, það er einhver sjarmi yfir þessu húsnæði. Þetta er gríðarlega, ef það er hægt að ræsta út lyktina, þá held ég að þetta geti sko alveg örugglega tekið á sig margar myndir.